ÍA tók á móti KR í gríðar mikilvægum fallbaráttuslag þessara fornfrægu félaga. Eftir 3 sigurleiki í röð höfðu Skagamenn komið sér upp úr fallseti og skilið KR þar eftir, en aðeins einu stigi munaði milli liðana fyrir leik. Með svo mikið undir var leikurinn frekar lokaður framan af, en ÍA tók forystuna seint í seinni hálfleik. Jón Gísli Eyland gaf boltan fyrir og Marko Vardic skilaði honum í netið með þessari laglegu hælspyrnu. Staðan 1-0 í hálfleik, en KR jafnaði leikinn snemma í seinni hálfleik. Markmaðurinn Árni Marino misti boltan frá sér og var dæmdur brotlegur við litla hrifningu Skagamanna sem vildu meina að hann hefði tekið boltan í tæklingunni. Enga síður steig Aron Sigurðarson á vítapunktinn og skoraði af öryggi. Staðan hélst lengi jöfn, en saga sem hefur verið sögð margoft í sumar endurtók sig á loka mínútunum þegar KR fékk á sig mark eftir hornspyrnu. Viktor Jónsson skallaði boltan í netið og Jón Gísli Eyland átti aftur stoðsendinguna. Vandræðagangur í vörn KR var svo valdur þess að Viktor slapp einn í gegn örskömmu síðar. Hann lagði boltan á Gísla Laxdal sem skoraði 3. mark ÍA. KR minnkaði muninn úr síðustu sókn leiksins, en leikurinn var flautaður af strax eftir miðjusparkið og KR þurfti að sætta sig við 3-2 tap sem kemur ÍA í öruggari stöðu. Við setjum Alex aldrei í boltanum. Alex lyftir þessu fyrir til góðu bolti og hér er fyrsta markið. Var það Sigurður Arnar sem átti skattan, það sýnist mér. IBF búinn að taka forystuna á 10. mínútu. Það er nú ekki að enda með ósköpum fyrir IBF, gerði það svo sem ekki. Hér er góðu bolti á Arnar Breka. Montiel er pínu lausur. Hermann Þór er að tvöfalda forystu IBF hér. Skelfileg sending tilbaka frá Diego Montiel. Hermann Þór refsar fyrir þau mistök hjá Svíjanum. Vestri 0, IBF 2. Núna hinum megin þar sem að Sabitovski var næstu því búinn að breki. Vel að halda þessum bolta hérna. Menn í kringum sig setur hann inn fyrir Oliver hér. Oliver fyrir og 3. markið er komið hérna fyrir IBF. Það er ekki Vestri sem að minnka munin. Það eru IBF sem að bæta í. Hermann Þór Ragnarsson með annað mark sitt hér í þessum fyrri hálfleik. Kemur upp úr hörkuspretti hérna hjá Arnari Breka sem hann er að halda í boltan. Bæði með Cafu. Jónas hann að teginn. Cafu nær flikkinu hérna og fannir boltan aftur hér. Brot vestramenn. Hér er frábær hælspyrna hins frá Hermanni Þór. Oliver kominn á ferðina. Oliver lyftir honum fram hjá Gí í markinu. Frábær afgreiðsla frá Oliver Heiðarsinni. Þeir eru bara að valta yfir vestramenn hér. Valdingast þetta með Jeppe Dúa. Skattar það tilbaka. Við setti Valur. Kerur að stað hérna, setur hann í sæði fyrir Þóla Breka. Setur hann í gegn, rámstöðlíkt aðeins reyndar Hermann Þór. Klárar þetta. Flaggi fyrir ekki á loft og hérna fær hann að fullkomna, eða næran skulum við segja, að fullkomna þrennu sína. Fyrsta markið í þessum síðari hálfleik. Vestri 0, IBF 5. Kemur upp úr innkasti sem að vestramenn áttu þarna á síðasta þriðjung hjá IBF. Við sendi Valur, gerir frábælega að bera boltan upp, setur hann inn fyrir á
Káur.